Þann 14. júní 1940 voru 728 pólskir fangar fluttir með lest frá Tarnow-fangelsinu í Póllandi til Auschwitz. Þetta var fyrsta skipulagða fangasendingin til búðanna og markaði raunverulegt upphaf starfseminnar þar. Fangarnir voru ruglaðir og höfðu ekki hugmynd hvað þeirra beið. SS-menn skipuðu fólkinu að mynda 2 raðir, eina fyrir karla og drengi en aðra fyrir lítil börn, konur og eldra. Fremst stóð SS-maður sem sendi fólk annaðhvort í vinnu eða beint í gaskýli. Þessi röð snerist bókstaflega líf eða dauða. Merkið til vinstri þýddi vinnubúðir en merkið til hægri leiddi beint í gasklefana. Yfir 80% þeirra sem sendir voru til Auschwitz voru myrtir strax við komuna. Sumir gætu litið á það að vera valin í vinnubúðir sem heppni, en þeir gerðu sér ekki grein fyrir þeim ólýsanlega hryllingi sem beið þeirra. Þeir fangar sem voru valdir í vinnubúðnar voru leiddir í vesturenda búðana. Þeim síðan skipað að afklæðast, hárið var rakað af höfðum þeirra, handleggjum og fótum. Loks voru þeir síðan merktir með númeri sem var húðflúrað á þá. Þeim voru gefnir nýr klæðnaður, röndótt skyrta og buxur sem líktust náttfötum. Svefnskálarnir voru þétt pakkaðir þar sem fangar sváfu tróðnir saman í þröngum trékojum. Þetta var hvorki hannað með þægindi né öryggi í huga. Konur voru settar í sérstakt húsnæði og hafðar sér, á meðan rómverskir fangar voru settir í annað húsnæði og það sama má segja hópa eins og samkynhneigða karla, afbrotamenn og votta Jehóva. Allir þessir hópar þurftu að bera sérstakt merki sem sýndi hvaða hóp þeir tilheyrðu. Monowitz, 3. hluti Auschwitz-búðanna, var gríðarstór verksmiðja sem byggð var á þrælkavinnu. Þar var aðallega framleitt gervigúmmí og eldsneyti. Verksmiðjurnar sjálfar voru gríðarstórar með rimluðum gluggum sem minntu á fangelsi frekar en iðnaðarhúsnæði. Þar inni unnu fangar langa vinnudaga, oft frá morgni til kvölds. Sumir fangar voru settir við sérstaklega erfið verk, eins og afhlaða og bera þunga sekki fulla af hráefnum úr lestakörfum yfir á færibönd. Sumir fangar hrynja niður við vinnu og eru skildir eftir til að deyja þar sem þeir liggja. Enginn kemur til að hjálpa þeim eða bera þá í burtu. Maturinn sem þeir fengu voru lítið meira en hrá súpa og smá brauð. Í einu húsnæðinu starfar Jósef Mengele, einn af grimmustu læknum sem heimurinn hefur nokkur tímann kynnst. Hann var þekktur fyrir ómannúðlegar og ólöglegar tilraunir sínar á föngum, sérstaklega tvíburum. Hann smitaði þau af taugaveiki til að rannsaka hvernig erfðir þeirra hefðu áhrif á sjúkdómshættu. Ef annar tvíburinn dó var hinn myrtur, svo hann gæti kurfið þá hlið við hlið til að sjá mun. Margir fangar veiktust af berklum, malaríu, heilahimnubólgu og öðrum veikindum og nánast allir glímdu við örmögnun og hungur. Fangaspítalinn gat lítið gert, læknirnir þar voru sjálfur fangar og illa búnir og án lyfja eða tækja. Lífslíkur þeirra sem þar lentu voru því afar litlar. Fangar sem sýndu merki veikleika á einhvern hátt voru í hættu að vera send í gasklefana. Á Auschwitz-svæðinu voru 4 gasklefar. Þeir litu ósköp venjulega út að utanfrá en það var gert til þess að draga úr ótta og koma í veg fyrir örvæntingu. Að innan frá voru herbergin alveg tóm og gluggalaus, fyrir utan nokkrar háar súlur og gervi sturtuhausa til að blekkja fangana. Þessar súlur voru notaðar til þess að koma síklón B inn í herbergið, blásýruefni sem myrti þúsundir fanga í einu. Þegar klefinn var fullur slepptu SS-menn kögglum af efninu niður súlurnar. Banvæna gasið fyllti rýmið á örfáum mínútum. Hver gasklefi var tengdur við líkbrennslu rétt við hliðina þar sem hópur fanga fjarlægði líkin og þau brennd án tafar og svo var bara undirbúið klefan fyrir næstu átöku. 1,1 milljón manns voru flutt til Auschwitz, af þeim voru yfir 900.000 myrtir eða létust vegna aðstæða. Á árunum 1944 til janúar 1945 færðust Sovétmenn stöðugt nær Þýskalandi. SS-liðar hófu þá að yfirgefa fangabúðirnar og þrælavinnubúðirnar sem höfðu reist víðsvegar Austurvígstöðvarnar. Í janúar 1945 gengu sovéskir hermenn inn í Auschwitz. Þar fundu þeir nokkur þúsund fanga, þau sem höfðu ekki farið í dauðagönguna,
særða, hungraða og nær dauða. Þegar SS-liðar gerðu sér grein fyrir því að Rauði herinn væri að nálgast, fengu flestir fanganna skipun að yfirgefa búðirnar. Þeir voru hraktir út í skammdeginu, illa klæddir og sveltir og neyddir til að ganga tugum kílómetra í frosthörkum og snjó. Þetta voru svokallaðar dauðagöngur. Fangar sem hröpuðu niður af þreytu, kulda eða hungri voru skotnir þar sem þeir lágu. Talið að 250.000 til 300.000 fangar létust í dauðagöngunum. En hvers vegna vissu svona fáir það sem raunverulega var að gerast í Auschwitz? Það var engin tilviljun. Búðirnar voru staðsettar í suðurhluta Póllands 40 km frá Kraká. Þegar búðirnar voru stofnaðar var járnbrautarkerfi nú þegar til staðar sem gerði Þjóðverjum auðvelt að flytja fólk og birgðir án þess að vekja mikla athygli. Heimurinn utan við vissi lítið sem ekkert raunverulega starfsemi þeirra. Þannig tókst með að halda þessu leyndu að minnsta kosti tíma.